föll og flæði í JavaScript leyfa okkur að gera skemmtilega hluti og áður en við byrjum á því þá ætlum við aðeins að sjá hvernig það er að skrifa segðir í JavaScript. Skrifa einhverja línur og forritun okkar er samansafnað þessum línum. En við erum með semikomuna og hún er statement terminator. Það er einhver segð eða statement, ég man ekki hvort það sé nákvæmlega. Það er expression, segð, statement er eitthvað annað, ég man ekki hvað er. Statement terminator, eins og í Java og C. Þannig alltaf þeir skrifa hérna int I jafnt og 0 semikoma. Þá segir semikoma túlknum í JavaScript og þýðendunum í Java að þið eru að fara að byrja í eitthvað nýtt statement sem er kannski að skilgreina aðra breytu, skilgreina fall, gera lúpu eða eitthvað. En í JavaScript þá þurfum við ekki að skilgreina semikomuna og það er algoritmi sem er skilgreindur í speknum sem heitir automatic semicolon insertion sem sér að setja inn semikomuna ef við sleppum henni. En þetta þarf samt að passa og það er í raun mjög gott, þetta er svona eins og með CSS-ið, það er hægt að gera ýmislegt sem er leyfilegt en það er ekki endilega góð hugmynd. Þannig að það er mjög gott í svona verkefnum að sammælast það, ætlum við að skrifa semikomu og þá skrifum við semikomu á eftir öllum statementum af því það er bara hreinlegra og það er meira explicit, við vitum nákvæmlega hvað við erum að gera, hvernig hlutin eiga að líta út eða ætlum við ekki að gera það. Og það er alveg svona tveir hópar af fólki sem segja semikoma er frábær, nei, semikoma er óþörf og drasl, við þurfum aldrei semikomu, hendum semikomum, nema í þessum tveimur edge caseum sem semikoma þarf að vera, það slúður nótana. Ég er í fyrra kampinu, ég segi semikoma alls staðar því að þá þarf ég ekki að pæla í þessum edge caseum. Annað edge case er þetta, ef við erum með föll sem eru með return gildi, sem við skoðum eftir, við erum með eitthvað fall sem skilar einhverju, og við skrifum return, og svo gerum við nýja línu, og skrifum það sem við ætlum að skila. Þá mun automatic semicolon insertion algoritmin koma inn og segja ég veit hvað þú ert að meina, þú ert að meina return statement terminator A plus B statement terminator sem þýðir þá að við returnum engu og köllum síðan í einhverja segð þar fyrir aftan sem gerir ekki neitt. Og þetta er mjög leiðilegu böggur að lenda í að því að maður er bara eitthvað af hverju erum ekki að skila neinu og það var það bara því að við ýttum á enter þegar við vorum að gera return. Þannig að þetta getur bitið okkur hvort sem við notum semikomu eða ekki samt. Þannig að þetta er bara svona almennt þegar við passa okkur á þessu. Svo getum við verið með eitthvað sem er svona að við erum að gera einhver samlagning í einhverja breytu og svo erum við að keyra einhverja segð fyrir neðan. Þá kemur semicolon insertion dotið og segir hei, þú ert örugglega að meina þetta. B sinnum það sem er inn í svegunum D plus 1. En það er örugglega ekki það sem við erum að meina því að við notum new line í staðinn fyrir semikomu til þess að láta túlkinn vita hvað við erum að meina. Þannig að almennt séð er ég fylgjandi því að nota semikomu, en þið gætuð farið að vinna eða vinni verkefni hjá einhverju sem er ekki fylgjandi því. Og þá er það yfirleitt bara eitthvað sem við sættum okkur við og bara gera það sem verkefnið biður um. En breytur í JavaScript. Það eru ekki skilgreinar með int eða foo eða string eða char eða eitthvað svoleiðis, heldur eru þær allar skilgreinar með var. Þannig að við skilgreinum breytu sem var foo og þá erum við búin að skilgreina foo sem breytu. Og hún mun innihalda undefined til þess að byrja með, en svo getum við aukalega að gefa henni gildi leið við skilgreinum hana og þá gefum við henni gildi sem heldur utan típuna, sem er típan. Og þá getum við hérna gefið foo-breytunni gildið strengin bar. Það gæti líka verið 0 eða false eða eitthvað. Þannig að þetta er mjög mikilvægur munur á þessum tveimur forritunarmálum, JavaScript og Java. Við þurfum ekki að skilgreina típuna á breytunum okkar í JavaScript. Má breyta gildinu á? Já, það má breyta gildinu. Og breytunöfnin eru hástafanæm eða case sensitive, þannig að foo í litlu stöðum og foo í stórum stöðum eru mismunandi hlutur. Og við getum líka sleppt jafnvel að skilgreina með var. En það er svona kannski enn meira eitthvað sem við ætlum alls ekki að gera en að sleppa semikomunni. En JavaScript aftur mun bara segja cool, ég reyna að láta þetta virka fyrir þig. Og lætur þetta virka fyrir okkur en við fáum mjög skrýtna bugga sem að býta okkur í rassin setja mér. En þá eru þessar dýnamísku breytur, og þau eru með dýnamísku typesystemi, þá getum við breytt gildunum á breytunum eins og við viljum. Við getum byrjað með A sem streng, breytt í tölu, breytt í false, breytt í undefined og svo framvegis. Þannig að þetta þýðir það að við búum til fall sem tekur inn einhverja breytu
og við gerum ráð fyrir því að sú breyta sé alltaf strengur, því að það það sem við vorum að pæla í. Svo kemur einhver annar sem að forrita með okkur og sendir inn 1. Og þá getum við lent í því að fá skrýtna hegðun út af type coercion, þar sem við erum að segja halló heimur, punktur, length og gera eitthvað við það. En svo kemur 1, það myndir reynda að virka, en þið skiljið, þetta getur farið í einhverja klassu ef við passum okkur ekki. Síðan ef við erum með breytur, þá getum við kallað beint í virkja á þeim breytum og þá sér í lagi plus plus og mínus mínus sem þá eitthvað sem við getum kallað beint í á breytunni og ef hún tala, þá hún hækkuð 1 eða lækkuð 1 eða mínus mínus og svo getum við stytt okkur leið þegar við erum að nota aðra virkja eða plusvirkjan eða bara alla virkja og sagt þá plus jafnt og 1 sem þá nákvæmlega sama og túlkað sem a jafnt og a plus 1. Þannig að svona getum við stytt okkur leið með þetta. Við getum stytt okkur leið með deilingu, með sinnum, með mínus og það mun alltaf í raun og vera expandað yfir í þetta hérna form. Þannig að þetta svona, við kalla það syntactic sugar. Þetta svona sykur sem við notum til þess að gera aðeins meira næs að vinna með fordónumáli. En að kostnaði, þetta stundur getur orðið ekki verið það sem við viljum. Og svo framvegis. Og svo framvegis mínus deiling og það allt. Þegar við skilgreinum breytur, þá eru nokkur orð sem við megum ekki nota sem breytunöfn og þetta tæmandi listi og þetta eru þá í raun lykilorð í forritunarmálinu. Við getum ekki skilgreint breytu sem heitir if af því að túlkurinn býst við að það sé verið að byrja flæðistýringuna if og aðra hluti hérna sem eru komnir núna í ECMAScript 6 eins og const og class og svo framvegis. Þannig að þetta allt hlutir sem ef við reynum að skilgreina sem breytunafn var return jafnt og 1. Við fáum syntax error, unexpected token return. Þannig að þá túlkurinn sér hérna eitthvað var, veit ekki hvað það return gerir ráð fyrir það sé verið að returna úr einhverju og fær svo, já, nei, hún reynir að kalla fail á því bara því að það verið að nota return þegar hún býst ekki við að fá return. Við getum svo að kalla þetta return 2 ennum, það alltaf lagi, en bara return og allir þessi lykilorð ekki hægt að nota. Nei, þetta bara, liturinn þýðir hérna bara syntax-highlightunum sem að nota í þessum glærupakka að pikka upp og halda að þetta sé eitthvað. Ok, svo þegar við fyrir að vinna með vafran, þá hérna nokkur föll sem ég ætla að minnast sérstaklega á hérna, ánum fyrir að vinna svona alvöru með vafran. Það eru föll sem leyfa okkur að brjótast út fyrir og biðja eitthvað eða segja frá einhverju og það til dæmis alert sem birtir notandi einhver skilaboð sem hann verður að samþykkja, sem bara samþykkja í burtu. Það confirm sem birtir skilaboð sem notandi verður að samþykkja eða hafna og prompt sem birtir skilaboð og biður notandanum að svara. Þannig að þetta leið sem var mikið notað í byrjun þegar við verðum að nota JavaScript til þess að fá interaction við notandan. Þannig að þetta var einhver leið til þess að ég sem forritari gat látið notandan skrifa eitthvað inn eða gera eitthvað sem ég gat síðan unnið áfram með en afskaplega lítið notað í dag og ætti í raun aldrei verið að notað í svona production vefjum nema þið sjáu stundum confirm í dag til dæmis ef þið eruð að skrifa eitthvað og þið lokið glugganum þá fáið stundum svona ertu vissum að vilja fara á þessu vef af því að þú ert með eitthvað sem ekki búið að vista og þá getið þið sagt já ég vil fara, nei ég vil ekki fara þá það gert með confirm en ef við skoðum hvernig þetta haga sér þá alert halló og þá fáum við hérna upp glugga sem segir this page says hello ok mjög gott og frábært og svo fáum við hérna prompt confirm fyrst confirm ertu viss og þá fáum við að segja ok eða cancel og við sagt cancel þá fáum við false tilbaka ef við höfum sagt ok, þá fáum við true tilbaka. Þannig að við getum notað þetta til að segja ertu við sem við viljum hætta? Ok. Cancel, þá myndum við gera eitthvað sem að sleppir því að þetta gerist. Prompt. Hvað heitir þú? Bróskall. Það gerist þá, þetta ekki active. Við erum að húka þessu aftur við hérna. Gera þetta svona, hvað heitir þú?
Óli, bróskall. Þá fáið þið tilbaka hérna strengi sem ég skrifaði inn. Þannig að svona getið þið og munuð í þessu fyrsta verkefni fá svona smá interaction. Þannig að þið munuð gera eitthvað sem að keyrir þetta upp og taka eitthvað inntak, kannski eitthvað sem að biðja um einhverja tölu og svo þurfum við að vinna með það til þess að skila síðan, kannski fá einhverja tölu, þurfum við að margfaldana eða deila eða eitthvað og þá þurfum við að eiga við það hvað ef ég skrifa inn bara x. Hvað ætlið þið að gera þá sem foreldrar til þess að bregðast við því inputi frá notendanum? Ok, svo erum við með flæðistýringar og þær eru þessar sem þið hafi kannast við úr Java. Það er if og for og switch og do og while og þetta. Og það skiptast í if og switch sem að stýra flæðinu og svo lykkjur. Já, náttúrulega þetta ekki flæðistýringar og lykkjur og svo lykkjur og loopur og í þeim getum við notað break til að brjótast út eða hætta í lykkjunum eða continue til þess að sleppa rest af því sem við erum að gera í loopunni og halda áfram í næstu ítrun. Þannig að if er svona, það er ekkert voðalega flókið, það er if, það tekur segð, ef að segðin er true þá keyrum við það sem er inn í blokkinni hérna. Ef að sú segð er ekki true og við höfum við höfum aðra else skipun og ef að sú skipun hefur if skipun þá er hún keyrð á eftir, þannig að þá er þetta hérna keyrt á eftir. Ef að þetta er ósatt þá er þetta hér satt eða ósatt. Ef að þetta er satt þá er þetta prentað út og að lokum höfum við else sem grípur þá öll hinn casein. Þannig að þetta er eins og í Java, nema ég man ekki hvort það sé else if í einu orði eða ekki. En út af þessu fáum við stærri en 1, af því að við erum hérna með a og við byrjum saman, er a stærra en 5? Nei, það er 5, það er minna en, það er ekki stærra en 5 og það er hérna stærri en 1, þannig að við fáum stærri en 1 og ekki, förum ekki elseið. Svo erum við með switch sem virkar eins, nema við erum með einhver tæmandi lista sem við viljum athuga á móti. Þannig að við erum með einhver case hérna, við erum með ef að tala, ef þessi breyta þetta gildi inniheldur töluna 1, þannig hérna er þetta strictly samanborið við 1, þá keyrum við þetta hér. Ef það er 2, þá keyrum við þetta hér, en default, annars, þá keyrum við þetta hér. Þannig að það sem að gerist hér er að við erum með 2, þannig að það fer í þetta hérna case 2, prentar út a jafnt og 2 og svo er gert hérna break, sem þýðir að það er ekki farið í næsta case, af því að það sem er í raun hægt að gera líka er að láta þetta flæða í gegn. Þannig að við erum með opna aftur, færa þetta aftur hérna í sérkluga. Þannig að ef við erum með hérna og konsólið hérna ræður alveg við að taka inn lengri og flóknari skipanir, þannig að ef við erum með hérna við sleppum þessum break og segjum a er 1, hvað gerist þá? Alla línunar. A er 1, a er 2 og a er spurningamarki. En leið að við setjum break einhvers staðar, þá getum við, þannig að ég get ítt hérna á shift og enter, þá get ég skrifað í nýja línu og tab og þá fer ég á réttan stað. En ef ég gerir break hérna, þá fæ ég fyrstu 2 línunar, en við breakum hér og förum ekki í seinustu. Þannig að þá fáum við a1, a2. Svo erum við með for, þá erum við í raun með for lykkjur. Þær hafa sér eins og í Java og þær eru með 3 segðum í svegunum hérna uppi. Fyrsta sem setur byrjunargildið okkar, það sem eins og þetta lítur út áður en við byrjum að lúpa í gegn. Við erum með það sem er athugað áður en að ný lúpa er byrjuð, það er segð. Ef að þessi segð skilar true, þá höldum við áfram og gerum aðra ítrun og þetta er alltaf athugað fyrir hverja ítrun. Og svo erum við með þá segð sem er keyrð eftir hverja ítrun, sem er þá eitthvað sem að í þessu tilfelli byrjum við með i sem 0.
við ætlum að keyra þessa ítrun frá því að e er 0 og þangað til að e verður 99 eða svo lengi sem að e er ekki 100, réttara sagt, og eftir hverju ítrun ætlum við að hækka e um 1. Þannig að í fyrstu ítrun erum við með e jafnt á 0, næst erum við með e 1 og 2 og 3 og svo framvegis upp í 99. Nema, hér erum við að gera eitthvað check. Þannig að hvað erum við að gera hérna? Við erum að taka e og við erum að gera módulusreikning með 2 eins og við kíktum á áðan. Og hvað gerist, í hvaða tilfellum er módulus af einhverju tölu 1? Það er oddatala, þannig að hvað gerist þá við ítrunin okkar? Já, þannig að þetta hérna fer þá beint aftur í byrjunin á lúpunni, keyrir þetta hér, e++, og athugar er e ennþá minna en 100, já, og keyrir þá, fer aftur í gegn. Og ef við komumst í gegnum þetta hérna, ef við erum með jafnatölu, ekki oddatölu, þá athugurum þetta hérna case, og það sem þetta case gerir er að athuga hvort að e sé orðin stærri en 5, og ef það svo er, þá breykar hún lúppuna, það segir að hún lætur eins og þetta hérna sem núna orðið trú og hættir bara. Þannig að lúppan hættir að keyra og það er ekki keyrt, hún er ekki keyrið aftur. Þannig að ef við keyrum þessa lúpu, hvað fáum við út? Hvað fáum við út þegar e er 0? 0, 2, 4, yfir 5, hættum. Af því að 0 er jöfntala og svo 2. Þannig að þegar við fáum 1 hérna, þá fáum við 1 módulus 2 eru 1. Þannig að við continuum, svo fáum við 2. 2 er ekki oddatala, þannig að við förum hér. 2 er ekki stærri en 5, þannig að við prentum út 2. 3, oddatala, höldum áfram. 4, ekki stærri en 5, prentum út 4. Og svo 5, oddatala, höldum áfram. 6, ekki oddatala, en stærri en 5, þannig að við prentum út hér og breykum. Ef við myndum fjarlægja þetta hérna breyk, þá myndum við raun segja telja jafnatölu frá 0 og upp í 98, en fyrir hverja tölu 6 og herra, þá myndum við bæta við aukalega yfir 5 hættum, yfir 5 hættum, yfir 5 hættum. Síðan erum við while, og hér er syntaxæleiturinn í rugli að þegar ég var að reyna að skrifa eitthvað gott dæmi sem að væri auðvelt að bera saman while og do while. Hérna erum við með einhverja breyti fyrir utan i, að þegar while lykkjur virka þannig að það eru bara með eina sægð sem er athuga í byrjun og fyrir hverja lúpu, hvort að hún sé orðin false eða ekki. Þannig að þetta gerir ekki neitt. Þetta er eitthvað afskaplega lilla dæmi hjá mér. En það sem að þetta gerir er að segja, er i búið að stækka 1 minna en 5? Þannig eru 2 minna en 5? Já. Þá skrifum við þetta út. Þetta ætti að vera hérna fyrir neðan, af því að við viljum prenta bara út 2, 3, 4 og 5. Já, þetta er eitthvað já, það passa, þess að bara heilar tölur. Nei, vá, skilulegt. Og svo er while, hún byrjar á því að do while byrjar á því að keyra í gegnum ítrunina einu sinni og athuga síðan caseið hérna fyrir neðan. Þannig að ef við gerum þetta rétt hérna, við setjum svona, við tökum þetta og við færum það hingað. Þannig að þarna fáum við 1, 3, 5. Þegar við gerum þetta með while e++ minna en 5, þá fáum við 3, 5. Ekki það sama? Jú. Þannig að þá keyrum við ekki gegnum fyrstu ítrunina, gegnum fyrstu hækkunina á i hérna, þannig að þá fáum við líka i jafnt á 1, en í seinni þá byrjum við á því að hækka i og keyrum svo í gegnum bodyið af lykkjunni og fáum þá bara 3 og 5.
Þannig að yfirleitt notar maður while-lykkjur, en do-while eru svona fyrir þessi einstaka case þegar maður þarf að keyra eitthvað fyrst og síðan athuga eitthvað case, eitthvað tjekka sig á einhverju gildi. En allar while-lykkjur er þetta útfæra sem do-while-lykkjur og allar do-while-lykkjur er þetta útfæra sem while-lykkjur. Ok. Þannig að þetta voru lykkjur og flæðistýringar og núna er það object og þeir eru svolítið öðruvísi enn í Java, objectar sem eru með hlutir. Og við ætlum að byrja því að hugsa bara þá sem geymslu fyrir gildi þar sem að gildi á sér eitthvað nafn. Þannig að þetta er bara eitthvað svona, einhver hlutur sem við getum gefið gildi með nafni og hann geymir þau fyrir okkur. Og object er náttúrulega gildi, þannig að object getur sjálfur sér geymt objecta. Þannig að við getum búið til svona tré-struktúr þarna, einhvern. Og við getum nálgast síðan gögnin sem eru þessum object á tvenna vegu, með þess að dot notation sem er þá punktur eitthvað eða bracket notation sem eru þá svona brackets. Og við getum eytt gögnum úr object með delete lykilorðinu. Þannig að þá er þetta svona, við búum til einhvern object og geymum hann í breytunni og hann fær sem sagt einn lykil sem er foo og sá lykil vísar í gildið 1. Þannig að þá getum við vísað í það, við getum spurt breytun okkar, hvað er foo og foo er 1. Við getum búið til nýjan lykil og gefið honum gildi. Við getum sagt breyta bar er foo. Þá fáum við foo sem þá breytu. Við getum búið til aðra breytu með bracket notation. Þannig að þá sjáum við hérna af hverju við getum viljað nota hana. Af því að hér erum við að búið til lykil sem inniheldur bandstrygg sem er það að nota sem mínus. Ef við reynum að gera þetta án þess að nota með dot notation, þá fáum við syntaxvillu. Þannig að út af því að þá heldur túlkurinn að við séum að fara að gera eitthvað mínusreikning á milli foo og bar. Þannig að við erum með sem foo, það er 1, bar er foo og svo segjum við foo bar er 2. Þá fáum við invalid left hand side in assignment. Það er að segja, hún er að reyna að segja object.foo mínus bar. Og það er eitthvað dæmi sem gengur ekki upp. Þannig að við fáum reference error. En ef við gerum þetta með bracket notation, sem er þá vísum við innan bracketsins í lykilinn sem streng. Þá getum við ekki blandað þessu saman, þetta er að gera svona. Þannig að þá getum við sett þetta gildi á hlutin okkar. Og við getum gert það sama fyrir í raun alla aðra lykla. Þannig að object foo og object.foo er það sama. Og ef við skoðum núna hvað objectin inniheldur, þá sjáum við það er foo sem er 1, bar sem er strengurinn foo og foo bar sem er talan 2. Og hérna í raun bæði með því að skrifa þetta beint hérna í konsolið eða gera console log object, þá fáum við hann svona snirtilegan formaðan hérna í DevTools sem getur gert það að verkum að það er mjög þægilegt að lesa úr stórum hlutum. Svo getum við eytt úr með delete, þannig að þá hérna myndi þetta enda sem bara bar og foo bar. Síðan erum við með fylki. Það er sérstök típa af hlutum sem að fá föll og gildi úr prototípu frá arraysmiðnum. Þetta svona hintar aðeins að því þegar við fyrir að skoða hvernig erfðir virka, en prototípa, af því að þið munið úr fyrstu slæðinu sem skilgreindi hvernig fordónamál það er, þá er það prototype-based fordónamál. Þannig að við búum til array með svona bracket og við getum síðan nálgast gildi innan fylkis með bracket notation og byrjum frá 0, þannig að þetta er svona zero indexed. Fyrsta gildið er stak 0, annað stakið er stak 1 og lengð á array, breytu eða gildi sem inniheldur array, skilar hversu mörg stök eru í fylkinu. Þannig að það er í raun talið frá 0 og upp í stærsta index sem er til staðar og við fáum þá tölu tilbaka. Svo erum við með sérstök föll sem við getum notað til að vinna með gögn í fylkjum. Það er til dæmis join sem tekur þá
öll gildin í arrayinum og konkattar þeim saman með sep strengnum á milli. Við erum með push sem bætir itemi aftast á fylki. Við erum með pop sem fjarlægir og skilar okkur aftast á hluti fylki. Og við erum með fleiri aðgerðir sem við möttum að kynnast þegar við fyrir aðeins að eiga við og læra inn á fylki. Þannig að við getum skilgreint fylki svona. Við fáum þá fylki af 3 gildum, 0, 1 og 2 og 0. gildið 0. Lengd fylkisins eru 3, það eru 3 stök í honum. Við getum pushað á stakið, á fylkið. Þannig að við skoðum þetta hérna. Þannig að við fáum fú í 0. staki 0, fú í 1. staki 1. Ef við pushum 3, eða pushum hérna 99, þá fáum við 4 tilbaka því það verður að bæta við 4. stakinu. Ef við pushum hérna 999, þá fáum við 5, af því það eru núna 5 item í þessu. Ef við byggjum fylkið og sjáum hvernig það lítur út núna, 0, 1, 2, 99, 999, fú 3 er núna 99, því það er 3. stakið. Það er stakið í 4. sæti. Zero index getur orðið svolítið leiðilegt að hugsa um. Og núna ef við gerum pop, þá fáum við aftasta stakið. Það skilar til okkar. Og fylkið er núna án þess. Það var í raun tekið og því poppað út úr fylkinu. Og við getum í raun gripið það inn í breytu. Þegar við segjum foo.pop, þá erum við núna með 99 í A-breytun okkar og fylkið okkar er 012. Svo getum við gert hérna join, þannig að við getum gert foo.join og eitthvað strengur. Þá fáum við í raun stakið, strengurinn sem við setjum inn næsta stak, strengurinn sem við setjum inn næsta stak. Þannig að alveg eins og við erum að vinna með strengi, það eru margar aðferðir og margir hlutir sem við getum notað til þess að gera ýmsa hluti, þá eru fylki líka. Og fylki eru mjög mikið notaðir svona gagnatýpa í JavaScript og þannig að hérna við munum nota þau töluvert mikið. Hvað gerist þegar þú lýsa útbyrgin í JavaScript? Þannig að við skilum hérna, þá fæ ég bara undefined, það er óskilgreint í fylkinu. Þannig að svo getum við gert svona með einhverja strengi sem eru óskilgreindir og eitthvað, og JavaScript reynir að láta okkur fá eitthvað undefined tilbaka í staðinn fyrir að kasta villum. Síðan þegar við erum með fylki, þá erum við ofta að gera eitthvað við alla hlutina í fylkinu og þá eru oft for-lykkjur notaðar, eins og til dæmis hér, þar sem við tökum fylki af tölum og núna er upphafsgildið okkar í raun 0 af því við ætlum að byrja í 0. staki og við ætlum að segja frá i og upp í lengdina á fylkinu, en að þegar við byrjum í 0 þá mun þetta reyna að covera öll itemin í fylkinu okkar. Þá ætlum við að keyra lykkjuna og í hvert skipti sem við keyrum lykkjuna ætlum við að hækka i 1 og við ætlum hérna að breyta fylkinu þannig að fyrir fylki í staki 0 í fyrstu ídrun ætlum við að margfalda það stak með 2 og fyrir stak sem er í stöðu 1 þá ætlum við að gera það sama og svo framvegis sem við klárum fylkið. Þannig að út af þessu fáum við upprunalega fylkið margfaldað með 2. Ok, þannig að nú erum við búin að covera þessar gagnatýpu sem við munum nota með object og array og við erum búin að sjá þessar flæði og lykkjur og þá er svona seinasta púsli til þess að geta farið að forrita eitthvað að ráði er að skoða föll. En föll eru svona blokkir af kóða sem geta haft nafn, þurfi ekki að hafa nafn í JavaScript en þau geta það. Og við notum föll til þess að skipuleggja okkur. Við skiptum upp forritunum okkar í föll og við drögum úr endurtekningu með því að gera hlut sem við gerum oft. Ekki með því að copy-paste hann og gera hann oft, heldur með því að draga hann út í föll og kalla í föllin þar sem við þurfum. Og föllin geta haft enga eða fleiri færibreytur eða svona argument. Og föllin geta síðan hugsanlega skilað einhverju. En út af því að
JavaScript er svona frekar loose með við Java, þá þarf ekki að skila neinu, en ef við skilum ekki neinu, þá skilar fallið undefined. Þannig að við getum verið með fall sem framkvæmir eitthvað, gerir alert eða gerir eitthvað, breytir einhverju á vefsíðun okkar, en það skilar ekki neinu, það er allt í lagi. Þá bara skilar undefined og við hugsanlega spáum ekkert í því, af því að við erum ekkert að gera neitt við skilagildið. En svo er hérna eitt af stærstu svona mununum á JavaScript og Java, allavega þangað til Java 8 kom, en það er það að föll eru hlutir, þetta eru object. Og fall, function er bara típa og við getum því alls þar sem við erum með típu, getum við verið með fall. Þannig að við getum tekið föll og hendum á milli í breytum inn í föll, skilað þeim úr föllum og gert allan anskotan við þau sem gerir mjög svona kraftmikla hegðun leyfilega í JavaScript sem kallast svona fallaforritun. En við munum aðeins kannski snerta því, sjá hvort það sé aðeins svo mikið, en það er eiginlega orðið svo mikið notað í dag að það er svona, hann eru allir að fallaforrita í JavaScript þessa dagana. En ef við skoðum bara svona einfalt fall til þess að byrja með, þá skilgreinum við það með þess að function lykilorðinu, við gefum fallinu nafn og við gefum því færibreytu, hér er ein færibreyta, eitt argument sem er name og svo getum við verið með return, þá getum við gert eitthvað við færibreytuna sem við fáum inn. Þannig að hér skilum við hello og það sem við sendum inn. Þannig að hello world skilur okkur hello, world upprópunarmerki, hello 1 skilur okkur hello, 1 upprópunarmerki og þegar hér kemur bara 1 inn, alveg eins og strengur sem tala og í raun það sem gerist hér er í raun bara, það verður eitthvað typecast, það verður eitthvað typeconversion í gangi, þannig að talan 1 er bara concatenatað inn sem strengur. Þannig að við þurfum ekki, alveg sem við þurfum ekki að skilgreina típuna á breytunum okkar, þá þurfum við ekki að skilgreina típunar á argumentunum í föllunum okkar og við þurfum ekki að skilgreina skilagildið úr fallinu. Þannig að það er allt mun meira svona loosey-goosey í JavaScript. Síðan höfum við scope þegar við erum að vinna með fall. Þá erum við farin að vinna með fall og það hjúpar einhverja hegðun. Það setur einhverja hegðun og geymir hana inn í einhverju svona boxi, einhverju svona svörtu boxi oft, sem við þurfum ekki að pæla í. Og þá þurfum við að hafa scope. Og þá er hérna í JavaScript er notað það sem er kallað lexical scope, sem þið munu læra meira í forritunarmálum. Það þýðir það að þær breytur sem við skilgreinum inn í falli eru bara aðgengilegar inn í fallinu. En aðeins ef við skilgreinum með var. Ef við gleymum að skilgreina með var, þá erum við að fara að taka breytuna og setja henni í global scope. Þetta er ekki lexical scope, þetta er global scope, sem þýðir þá bara allt umhverfið sem forritið okkar er að keyra í. Þannig að þá fyrir við að leka út breytunum okkar og getum farið að búa til mjög skrýtna bugga. Breytur sem eru skilgreindar utan falla, skilgreindar bara eins og ég er búinn að vera að gera hérna í þessu hér, þær eru skilgreindar í global scope. Þannig að þær eru aðgengilegar inn í föllum. Þannig að hér skilgreinum við breytuna í global scope og hún er aðgengileg í fallinu. Þannig að þetta hérna fall, þegar við keyrum það, mun skila okkur í raun því gildi sem við sendum inn plus 10. Þannig að 10 plus 10 eru 20. 90 eru 100. Þannig að þetta tekur í raun hér og breytir því. Ef við breytum síðan yfir í 1000 og segjum add 1, þá fáum við 1001. Já, x er í raun lexically scoped inn í fallinu. Allar færibreytur, argumenti sem komin í föllin, eru bara aðgengileg inn í fallinu sjálfu. En þetta getum við líka gert öfugt og við getum verið með eitthvað fall sem gleymir að skilgreina var hérna og þá fer sum yfir í global scope. Þannig að sum hérna skilgreinist sem x plus y er aðgengilegt inn í fallinu en líka fyrir utan fallið og eftir að við erum búin að keyra fallið. Þannig getum við verið að smita út frá okkur og skemma einhverjar breytur sem eru fyrir utan okkar það sem við höfum að vera að eiga við.
Þannig að ef við köllum í þetta með add 1 og 2 og við fáum 3, þá sum 3, sem sagt í global scope. Ef við síðan skilgreinum var sum jafnt og 5, þá sum 5. Síðan köllum við add 5 og 6, fáum út 11. En hvað sum þá? Það líka 11. Þegar við köllum aftur í fallið, þó við séum búin að gera eitthvað með sum í millitíðinni, en við köllum í add aftur, þá erum við samt sem áður aftur að fara að skrifa yfir sum í global scope. Þannig að það að passa upp á að vera alltaf með var fyrir framann, ekki gera svona, heldur alltaf setja var fyrir framann, af því þá verður var sum inn í add-fallinu og var sum fyrir utan add-fallið, 2 algjörlega ólíkir hlutir sem vill svo bara til að deila nafni. Þeir geta verið með sitthvort gildið og það skiptir ekki neinu máli. Síðan þessi nafnlausu föll, en þá það þetta þegar við erum að binda föll við breytu, af því að fall getur bara verið gildi eins og 1 eða fú eða halló heimur eða hvað sem þá getum við verið með svona nafnlaus föll. Og það oft kallað, eða það heitir á ensku anonymous functions og þetta stundur líka kallað lambda functions og þau eru mjög sterk og mjög skemmtilegt að vinna með. Og við getum búið þau til og bundið þau við breytu, en við getum líka bara haft þau í forritskóðunum okkar og ekki gert neitt við þau, nema við getum líka keyrt þau strax og þá fáum við svona áhugavert pattern sem við munum skoða í næsta fyrirlestri. Og það sem föll í gildi, þá getum við verið með fall sem skila falli, sem skila falli, sem skila falli og það getur verið fall all the way down. Þannig að hérna erum við með, ekki með function high, heldur hér erum við með breytuna high sem inniheldur gildið sem function sem tekur við einu argumenti name og skilar hello name upprópunarmerki. Þannig að við getum sagt hi world, þá fáum við hello world. Síðan getum við í raun breytt bara gildinu sem að hi breytan með yfir í null. Og þá kallum við hi world og hvað gerist þá? Þá fáum við type error eða null exception. Af því við erum í raun að, ef við fáum type error af því að við erum í raun að kalla eitthvað sem ekki function sem function. Sem já, við getum sett bara hi 0 eða hi 1 eða hi 10 og þannig verðum við að passa upp á það að vera í raun að gera ekki eitthvað sem breytir einni típu í einni breytu úr einhverju í eitthvað allt annað og svo fara að nota hann eins og hún sé það sem var áður en við breytum henni. Af því það mjög auðvelt í JavaScript. Þetta skilgreina breytur sem ekki hægt að breyta? Já, en það hægt í ECMAScript 6. En við munum gera það af því að það æðislegt, af því að þá sleppum við allt þetta vesen. En fall sem skilagildi, þannig að hérna erum við með fall sem heitir greeter, þannig að við erum búin að komast að því, við erum alltaf að segja hi eða hello við alla og við ætlum bara að búa til eitt fall sem býr til fall sem segja hello við fólk. Og þá ætlum við að segja patternin sem við sjáum með það, við erum alltaf að segja eitthvað greeting, eitthvað bil og svo nafn. Hi nafn, hello nafn, bonjour nafn, whatever. Þannig að við getum þá kallað og búið til 2 mismunandi greetera hérna. Eitt sem segir hello og annars sem segir hi. Og svo getum við kallað í þá með hello world og þá fáum við hello world eða hi world og þá fáum við hi world. Þetta mjög einfalt dæmi en þetta sem pattern, þetta sem forritunar paradigm, sem svona hugsunargangur í því hvernig við skrifum forrit afskaplega sterkt. Og já, mjög skemmtilegt. Forritunarmál, uppáhaldskursum minn þegar ég var í náminu hérna. Læra Haskell, skemmtilegt það sem ég geri. Þannig að við getum látið ykkur hlakka til. Svo hérna eins og ég sagði þann, föll keyrir strax. Þannig að við getum verið með föll sem við keyrum strax. Þá það oft kallað svona immediately evoked function. Þannig hérna erum við með eitthvað fall sem lifir hérna inn í þessum hérna svega og þegar við setjum það inn í svega þá erum við að fara að kalla í þessa stærð með þessu hérna gildi
Þannig að hvað haldið að gerist þegar við köllum þetta hérna? Við erum með þetta fall og við gefum því inn 10 og við keyrum þetta strax. Þannig að 10 hérna er inntakið í hér, sést ekki hérna, og við skrifum út sem 2, þannig að við fáum út 20. Það sem er svolítið cool við þetta er það að hérna inni erum við með sér lexical scope. Þetta er fall, þannig að við getum í raun búið þarna til svona rými út af fyrir okkur, þar sem við getum skilgreint fullt af breytum án þess að fara að smitast út í global skópið. Færibreytingar eins og við sögum áðan hafa ekki týpur, heldur bara gildið á þeim og fall getur því tekið inn hvaða gildi sem er, en það er tvennt sem við þurfum að passa upp á. Ef við sendum inn primitive gildi, sem ég gleymdi að nefna á hann, en primitive gildin eru öll gildi sem eru ekki object, þau eru pass by value, þannig að strengir, tölur, boolean gildi, þau eru pass by value sem þýðir að gildið þeirra er sendt yfir, en objects eru pass by reference, sem þýðir að vísun í hlutin er sendt áfram. Og þar sem það er vísun send áfram, þá getum við lent í því að fara að yfirskrifa eitthvað. Þannig að ef við erum með eitthvað fall sem að yfirskrifar einhvern hlut, það tekur inn einhvern hlut og segir bara honum er 1. Svo búum við til einhvern hlut, bara honum er 2 og við köllum í þetta alterfall sem gerir hugsanlega eitthvað meira, en það breytir líka bara yfir í 1. Þá þýðir það að eftir að það búið að eiga við þetta, út af því að vísun í fú var senda áfram, ekki fú sjálft, afrita fú, þá munum við fá breytt gildi þarna. Og síðan að lokum, við getum ekki bara skilað föllum sem gildum, við getum líka tekið inn sem færibreytur, þannig að hérna tökum við inn x sem við gerum ráð fyrir að sé eitthvað gildi og g sem við gerum ráð fyrir að sé eitthvað fall og leggjum síðan x við invocationið á g, köllum í g. Þannig að ef við köllum í foo með 1 og svo fallið sem skilar okkur 2, þá fáum við út 3. Þannig að þetta var yfirferð yfir JavaScript. Svo höldum við áfram og tengjum það við vefinn í næsta fyrirlestri.